vill liggja stund. Togar í mig tær birtan, lýsir mína lund. Þessi fallegi dagur, þessi fallegi dagur. Íslenskt sumar og sólin syngja þér sitt lag. Þú gengur glöð út í hitann, inn í draumbláan dag. Þessi fallegi dagur, þessi fallegi dagur. Bubbi Morthens ástríðu veiðimaður, dellukarl af dýrustu gerð. Hann sá stærsti í íslenska tónlistarheiminum í dag. Hann á stefnumót við Hofsá, eina þá stærstu í laxveiðinni. Það stefnir í stórmót. Ég að veiða ánægjunnar vegna og þetta gefur mér ómælda gleði. Þetta skemmtilegasta, þetta eru dýrmætustu stundir fyrir utan fæðingu barna minna og vera í fangi konu minnar. Þá eru þetta dýrmætustu stundir sem ég á, það við bakkann. Það eru meira að segja tónleikar, velheppnaðir tónleikar. Það afar sjaldgæft að þeir gefa mig jafn mikla gleði og vera við bakkann. Þeir gefa mig öðruvísi gleði. En þetta eru gull og demantar í kistu minninganna. Lagið hans Bubba, þessi fallegi dagur, veiðilag. Að hluta til var það til við Árbakkann. Bubbi elskar að veiða í hita og fáir staðir eru jafn heitir og Vopnafjörður á góðum sumardegi. Og hér eru margir fallegir dagar á hverju sumri. Þessi fallegi dagur, þessi fallegi dagur, þessi fallegi dagur, þessi fallegi dagur. Þessi fallegi dagur, þessi fallegi dagur. Einu sinni var ég í Sigurðarstrengasvæði 4 með Jóhannesi vinum mínum og það var 23 stigi hiti, sprækjuhiti eins og hann gerist í Vopnafirðinum og sól og allt þetta og við settum í 5 risalaxa í beit. Þessi dagur hann fer með mér í gegnum Gullnahlíð. Þetta verður örugglega passinn sem hleypir mér í gegn. Já. Og lögin mín, sérstaklega sumarlög, þau oft þegar ég að semja, þá tengi ég veðurfar, sólina og minningar og allt þetta einhvern veginn verður svona hrærigrautur. Já, þetta hefur áhrif. Engin spurning. Bubbi búinn að setja í kröftugan lax í hil sem kallaður upp á ensku bone marrow. Með honum Hallgrímur Gunnarsson, veiðivörður í Hofsá, núna síðsumars. Gimmi, eins og hann kallaður, veiðifélagi Bubba. Hér straumur stríður og laxinn nýtir sér það. Það kominn september en þessi lax spegilbjartur. Bubbi með 11 feta stöng, kröftuga og átökin eru mikil. Bubbi sleppir megninu af sínum loxum
og hefur því fyrir sið að taka fast á þeim. Bara út í. Jú, það var hann sterkur maður. Rá lúsu. Höndunum þetta og fattast maður. Það var það. Í tungunni, þess vegna var það erfiður. Þið snerti hann eins lítið og getið það? Já, við forðumst það. Nei, já. Þetta er háðurinn. Svona, svo bara út í með hann. Kannski, já, merkjum hann. Mertur, lúsugur hængur, veiddur 5. september, er frelsinu feginn, það eru allir glaðir. Þú ert svolítið dellukall. Já, við getum alveg bara viðurkennt það og sagt bara, já, ég er dellukall. Núna ertu til dæmis alveg á kafi í Hitsi. Já, mér finnst það bara að vera veiðin yfir höfuðið. Ég er búinn að landa yfir 100 löxum í sumar og að þessum 100 löxum með laxinu sem ég hitsaði áðan að þá er ég búinn að taka á gárunhnútin 75 laxa og ég er á því að þetta er öflugasta veiðiaðferðin. Það má ekki vera svona kannski bálkvast og hann virðist taka hvort sem það er í bullandi flóði og rigningu og roki og kulda. Bubbi veit það manna best að hann er mikill dellukall og núna er hann á kafi í að hitsa eða nota gárunhnútinn og þá kemst einfaldlega ekkert annað að. Og ég hef nú veitt alltaf mikið á hits en ég ákvaði í sumar að reyna að veiða eingöngu á hits og eins marga laxa. Helst hefði ég vilja bara allir laxar sem ég veitt í sumar hefði verið á gárunhnútinn. En svo er nú ekki, en það sem ég finnst magnaðast við gárunhnútinn er það að laxinn þarf að sækja þetta. Ok, þessi, tökum við hann. Sá þetta? Já. Látum reka yfir hann. Lax sem tekur hits, hann er fastari en öllu jöfnu en lax sem er að taka undir vatni eða yfirborði. Þannig eru bara einhvern veginn virðast tökurnar vera hjá þeim. Þetta er allt þau eru miklu betur teknir. Hvað tók hann, Bubbi?
Polydog, svona míkrókeilu. Hofsá síðsumar á og gefur besta veiði í ágúst og oft mikið að vera langt fram í september. Hofsá stórlaxa á og við vitum að þessi hylur geymir marga stóra. Við erum hér í Skógarhvammshyl og þetta eitt af stóru nöfnunum í Hofsá. Góðu lagi. Ef við ætlum að sleppa þeim þá verðum við að taka fast á þessu. Þetta alveg fyrir mér jafngildir löndun. Var þetta góður fiskur? Ha? Var þetta góður fiskur? Já, þetta verður svona 8-9 punda fiskur. Ekki pínu sár? Hvað segirðu? Ekkert sár? Ekkert sár að missa hann? Nei. Það er voða lítill munur á þessu og sleppa. Málið það að ég var búinn að vinna. Þetta bara einvígi. Þetta dúel. Það ég og hann. Hvor gefur sig á undan? Hann gaf sig undan núna. Thomas Sunray, hits. Þetta einn af þessum stóru hyljum sem Hofsá skreitt. Hér eru breiður og allt að 100 metra langir veiðistaðir sem geta geymt fisk allt. Það nú að skemmtilega við hitsið að laxinn virðist taka reikn út hraða og stefnuflugunar. Svo hefur þetta eitthvað með ljósbrot að gera. Og svo fer hann á fart og tekur hana þegar hún að koma. En það virðist vera, hann blindur seinasta sekúndubrótið, þá sér hann ekki hitsið, hann bara búinn að reikna út. Og það kemur alveg oftar en ekki fyrir, sko, hann hittir ekki. Hann bara lendir við hliðina eða ekki nógu fljótur og þetta gerir það verkum að maður allan tíman að veiða. Maður í aksjón og það spenningur og adrenalín og við þetta skemmtilegast, já, og ég ætla að halda þess áfram. Nei! Hún farið úr honum. Hvað? Hann hefur ekki hitt hana? Nei. Jú, þetta hrikalega flott taka maður. Hún var glæsileg. Sjálft að sé það fallegra. Já, þetta var rosalegt. Sá kom með látum upp úr maður. Maður oft spenntur og gíraður allt þetta. Svo fer maður að hlaða vörður og þetta að reyna að hafa þér þannig, þetta sé alltaf balans og dálítið spekulasjón. Og mér finnst þetta ferlega gott að gera þetta, hlaða vörður alltaf á milli áður en að ég kasta og bara æðislegt og ég fengi skammir fyrir þetta. Það eru sumir sem, hérna í Hofsá, ég hlóði inn á 40 vörður í sumar og svo og gætarnir voru ekki ánægðir, vegna þess að þeir halda að veiðimenn, þetta sé til marks það, hér sé alveg bullandi veiði. En svo frétti ég það, að þetta hefði vakið mikla athygli hjá erlendu veiðimönnum. Þeir hefði verið að filma þetta og héldu þetta að vera umhverfislistaverk Þannig að ég held þessu áfram. Ég reyna að hlaða vörður á öllum stöðum sem ég
Bubbi fer víða í sinni veiði. Þetta er fyrstu dagana í ágúst og okkar maður er að veiða laxá á Ásum í fyrsta skipti. Það er lítið vatn og skilyrði erfið. En hvernig er svo upplifunin? Ok, ég væri tilbúin að borga 20.000 krónur á dag fyrir að vera í sér á. Hún er ekki meira virði. Ertu verið vonbrigðum? Já, þetta er spræna. Og alveg sama þó að hún hafi gefið 1800 laxa. Ég er ekki að leita magni, ég er ekki að leita eins og Kristján heitinn í Kristall sagði hroðalegri töku. Ég er að leita af á. Ég er að leita af einhverju sem er rennur, eitthvað sem er fallegt, eitthvað sem hefur þunga og dramatík og sögu í strauminum. Þetta er eins og 3 mánaða gamalt barn. Þú ætlar ekki aftur? Aldrei. Laxá á Ásum hefur sjaldan verið vatnsminni og það sem gerist þegar dregur úr súrefninu er að laxinn leggst. Bubbi notar gáruhnútinn eða hitsið í litlum nettum streng. Hann er fullur á laxi en takan er grönn. Þetta er Langhylur, einhver frægasti veiðistaður í Laxá á Ásum. Staður sem getur gefið hreint ótrúlega veiði þegar hann dettur inn. En í öllu meira vatnsmagn, hrikalegra umhverfi, meiri straum og meiri dramatík. Hofsá. Efsta svæðið, Bubbi hitsar og messar á milli. Mest óhress, eða eitthvað sem er óhress með við, þá er ég mjög óhress með það hvað útlendingarnir eru búin að hertaka landið okkar. Og það er bara eigingirni. Ég vil geta veitt í ánum á prime time, borga kannski alveg að sama útlendingar. En við komumst ekki ánnar okkar vegna þess að útlendingarnir eru búin að taka yfir. Ég myndi vilja veiða prime time í Hofsá. Það eina sem ég get beðið til Guðs er það að þeir eru svo gamli sem eru að veiða góði Guð, getur að fara að taka það til þín. Svo ég komist í ána.